Deiling tugabrota er þegar við erum að deila tölum sem eru með kommum. Við skulum skoða dæmi. 1,2 deilt með 0,4. Þetta lítur út fyrir að vera frekar flókið dæmi. En ef ég seti þetta upp sem almennt brot, 1,2 deilt með 0,4, þetta er nákvæmlega sama, þetta er bara annar ritháttur. Þá sé ég kannski að ef ég lengi bæði brotin með 10. Við aðtöga hvað gerist þá. Jú, þá fáum við 12 upp á striki og við fáum 4 fyrir neðan. Og 12 deilt með 4 er 3. Þetta má ég gera. Ég má færa kommuna til. Meira að segja ef ég er með 0,3. Maður sjá, neitt að snúa sig við. 1269,6 deilt með 0,3. Já, þetta lítur út fyrir að vera frekar flókið. En ef ég færi kommunum eitt sæti í þessa átt, ég má alltaf færa kommuna í deilingadæmum jafnmörg sæti í sitt hvora áttina. Ég græði ekkert á því að færa kommuna í þessa átt, en með því að færa hana hingað og setja dæmið upp í gammaldags skíðabrekku, þá fæ ég 3, hérna 1269 og svo 6. Það er engin komma. Svo bara deili ég, 3 gengur 4 sinnum upp í 12, það er 12, engin afgangur, 3 gengur 2 svar upp í 6, engin afgangur, 3 gengur 3 svar upp í 9, engin afgangur og 3 gengur 2 svar upp í 6 og engin afgangur. Ég raun ætti þetta ganga þetta niður en að þið er aldrei einn afgangur, þá ætla ég að einfalda þetta. En þið sjáuð hvað við græðum á því að færa kommunum eitt sæti til hægri báðum megin til þess að einfalda uppsetningun á deilingunni. Og ef við erum með svona dæmi þá er alveg ljóst hvað þetta er miklu þægilegra.